Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Við byrjum þáttinn á tónum frá jólatónleikum Söngkóps Suðurnesja. Það jú komin desember og framundan jólalegur þáttur. Við byrjum í sveitafélaginu Vogum en þar voru heimamenn að opna nýja þjónustumiðstöð sveitafélagsins. Þá voru Vogar komnir með slökkvibíl í sveitafélagið sem styttir viðbragð slökkviliðs brunavarna Suðurnesja 10 mínútur. Í þættinum skoðum við fallegt handverk í Reykjanesbæ og sjáum einnig glæsilegt jólaþorp Ellerts Gretarssonar. Við byrjum hins vegar í nýrri þjónustumiðstöð í Vogum. Hvað geturðu sagt mér þessa þjónustumiðstöð sveitafélagsins Voga sem þið eru að opna hérna í dag? Já, þetta náttúrulega glæsilegt mannvirki. Þetta stórt og mikið hús sem þá sérstaklega hannað fyrir þessa starfsemi sem hér á að vera, sem þá starfsemi umhverfisdeildarinnar sem var nú oftast kallað hérna áhaldahús á árum áður. Og þetta húsnæði sem þá hefur 2 mjög góða vinnusali fyrir starfsemina og þar að ekki þá aðstöðu fyrir starfsfólk og einnig fyrir vinnuskólan sem við erum mjög ánægð með. Það náttúrulega mikilvæg starfsemi hér á sumrin og fjölmenn oft og mikilvægt að hafa góða aðstöðu fyrir þá starfsemi líka. Nú svo auðvitað erum við þá með í þessu húsi aðstöðu fyrir brunavarnir Suðurnesja og hér þá komin til þess að vera hér varanlega slökkvibíl frá þeim, þessi sem hérna fyrir aftan mig og það auðvitað mikil bylting líka og þá hluti af starfseminni hér, getum við sagt. Hverju mun þessi aðstaða breyta fyrir sveitafélagið, þessi nýja þjónustumiðstöð? Já, hún fyrst og fremst munum breyta því að þá höfum við fullkomna aðstöðu til þess að þjónusta tækjaflotan okkar og getum þá sinnt þeim verkefnum sem eru á hendi umhverfisdeildarinnar betur heldur en áður með því að hafa bæði fullkomna aðstöðu til þess að þjónusta tækin og eins bara alla vinnu aðstöðu til þess að geta þá komið að góðum notum fyrir það sem þarf að gera í þessum fjölbreytilegu verkefnum sem eru á hendi deildarinnar. Þið þurftu að fórna gömlu þjónustumiðstöðinu eitthvað bara undir íbúðabyggð þegar bærinn að stækka það mikið? Já, við erum núna, fórum í gatnagerð 2 undanfarin ár og það fjölmörg hús risin og þá var þetta gamla fiskverkunarhús fyrir sem hýsti áður starfsemi áhaldahússins og umhverfisdeildarinnar. Svo það þurfti að rífa það þurfti að fjarlægja það og nú verið að byggja, sami verktakinn sem byggði þetta hús að byggja 3 raðhús þar. Hverju breytir það fyrir brunavarnir Suðurnesja að staðsetja slökkvibíl hér í Vogum? Það breytir bara mjög miklu, aðalega í tímasetningu og öðru slíku. Þetta gæti munað svona upp undir 10 mínútum í útkalli, svona 5 til 10 mínútum og 5 til 10 mínútur í brunútkalli mjög svona mikilvægur tími, það að segja að mæta 5 eða 10 mínútur fyrr. Þannig að þetta getur skipt miklu máli undir þannig kringumstæðum. Þetta hefur staðið til nokkuð lengi hjá okkur að setja ykkur niður hérna? Já, þetta búið að taka ansi langan tíma. Það voru fyrst gerða tilraunir hérna fyrir allir sig ekki svona 35 ár síðan og þá var það gert í samvinnu við björgunarsveitina og þá voru þeir til húsa hérna niður við sjó í gamla björgunarsveitahúsinu og síðan 2000 þá var sett kerra hérna og önnur tilraun gerð og allt rann þetta út í sandinn en núna erum við komnir í varanlegt húsnæði með bíl hérna á staðnum og erum að ráða einn starfsfólk hérna úr Vogunum þannig að þetta verður í lagi í þetta skipti. Það einmitt það sem ég ætla að spyrja hvernig þið mannið þetta? Það bara að koma nýri mannskapur eða ertu með einhvers konar varalið hérna í Vogum?
Já, þetta verið að ráða inn í varaliðið hjá okkur og við erum að reikna með að þegar að verður full mannað þá verðum við með 6-8 manns hérna í Vogunum í útkallsliði og þannig að þegar útkall kemur þá fá þau útkall hérna í Vogunum og mæta hér í stöð og fara á bíl sem fyrst útkall og það mjög mikilvægt að hafa þetta svona með þeim hætti vegna þess að starfsmenn sem eru komnir kannski í 5 mínútum eða jafnvel 10 mínútum áður heldur en við komum úr Reykjanesbæ að þeir geta gert kraftaverk. Dús handverk félag utan handverksfólk á Suðurnesjum. Listafólki skapar og býr til fallega muni í handverkshúsi félagsins og selur svo munina í verslun í gömlu vélsmiðju Dráttarbrautarinnar hjá Dúshúsum í Reykjanesbæ. Marta Eiríksdóttir heimsótti handverksfólkið og skoðaði fallega muni. Hvað ert þú að búa til, Ása? Það mjög fjölbreytt. Ég reyna að höfða til flestra en aðal markmið mitt með þessu að þegar ég að skapa þá vil ég geta flutt svona hlýju og kærleik út frá mér þannig að fólk geti fundið eitthvað sem að vill gefa náunga sínum til þess að gefa því gleði. Hvers konar handverk ertu með? Ég bæði með heklaðarvörur, vörur úr tré sem ég hef kannski skorið út, kærleikskúlur sem eru oftast komnar í jólakúlur núna með ljósinni og draumafangara, kristalla, hálsmenn og þanniskart og fleiri eftir því, kolkrabba til dæmis sem maður hefur verið að gera fyrir sem eru svona góðir fyrir nýfædd börn, veita öryggi og hlýju og margt fleira. Já, ég tók eftir því að þú ert með fyrir nýfædd börn leikföng sem þú hefur verið að hekla. Hvað varstu að hugsa þar? Þar var ég að hugsa að barnið gæti fengið öryggi, hlýju og bara góða kærleikstilfinningu. Og ég vil líka hafa þetta alltaf 100% öruggt þannig að það sem ég nota það heklað þétt og stíft og troðið gott þannig að eins og börnin mín eiga svona og það búið að fara oft í þvottavél á 60 að það fyrir kannski með í sveitina í fjósið eða hesthúsið eða eitthvað þannig að þau geta japlað öllu og notið þess að leika sér með það án þess að foreldri þurfa að hafa áhyggjur af því að það skemmist eða með ekki verið í þvottavélina. Eins með trépúsl sem ég hef gert, sum úr linditré og rósavið og svona en þá það þannig að ég geng frá því þau eru handpúsu og ég geng frá því með svona lakki sem mitt notað á tréskurðarbretti í eldhúsi og mat þannig að þau mega alveg smakka á þeim. Hvernig fannst þér að koma innan félagskap? Nú þetta félag sem að telur í kringum 20 félagsmenn og hér þið að leigja borð og hvernig virkar samfélagi hérna? Getur þú sagt mér aðeins frá því? Hvernig var að koma og hvernig virkar, nú þurfum við að leggja fram vinnu eða ekki og annað. Segð okkur aðeins frá því. Það hjálpast að og reynda að mæta okkur öðru eftir bestu getu ef eitthvað kemur upp á en eins og ef ég með eitt pláss, hvort sem borðpláss eða veggpláss eða eitthvað, þá vinn ég 1 dag í mánuð upp á móti því plássi sem ég hef hér og við skiptum dögunum á milli okkar. Þannig að það alltaf opið hérna, alla daga vikunar, frá 1 til 5 nema á 50 dögum þá opið frá 4 til 8 og þetta, mér finnst það mjög skemmtilegur og fjölbreytilegur félagsskapur. Ég tek eftir því við erum hérna við handverkið, mjög þjóðlegt, fullt af svona íslenskum þjóðbúningum og fleira. Getur þið sagt okkur aðeins frá því sem þú ert að skapa og með hverjum, af því ég veit að þú ert ekki að gera þetta einn? Já, þetta samvinnuverkefni okkar hjónanna, María Guðbrandsdóttir, hún kona mín og minn þáttur í þessu sá að ég saga út allt tréverk og svona sirka fleiri en hún málar allt saman. Og einmitt þetta þjóðbúninga þema. Segðu mér annað, ég hleraði svona áðan þegar ég var að spjalla við ykkur að þá þið eruð kennarar komnir á eftirlaun. Hvað voruð að kenna? Já, við erum búin að kenna lengi, ég í 40 ár og Maja í 30 ár og Maja var myndlistarkennari. Ég kenndi almenna kennslu en að auki fór ég svo að kenna smíðar og gerði það í hátt í 30 ár og þá vaknaði svona áhuginn hjá mér
á að búa eitthvað til og skapa eitthvað, svona eitt og annað og síðan höfum við unnið þessu saman. Ertu að fara í flug? Það tilvalið að koma með bílinn til okkar í Reykjanesbæ þegar þú fer í fríið. Tjónaskoðun, bílamálun og réttingar, bílrúðuskipti og viðgerðir. Bílbót EHF, Bólafæti 3, Njarðvík. Ertu á leiðinni út? Það alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Segðu mér svona í stuttu máli, áður við rúllum í gegnum myndbandið gerð jólaþorpsins. Hver svona grunnurinn að þessu? Þetta bara var til. Ég bara fór að smíða og þetta byrjaði bara sem, átti bara að byrja sem pínulítið jólafundur með þessari einingu þarna. Svo einhvern veginn gat ég ekki stoppað því, mér fannst þetta svo gaman. Svo endaði þetta bara svona og nú þetta orðið svolítið þetta að verða svolítið meira verkefni, þetta orðið ljósmyndaverkefni líka og svona ýmislegt í svona ýmsar hugmyndir í gangi í sambandi við það. Það hlýtur að vera gríðarlegur tími sem þið farið í þetta? Já, ekki spyrja mig hvað fóru margar stundir í þetta. Það en maður ekkert að telja þetta í vinnustundum, maður telur þetta bara í ánægjustundum. Þetta er mjög skemmtileg smíði og virkilega gaman að standa í þessu. Svo getur við tekið þökjum svona aðeins til að skoða betur inn í. Já, þetta jólaþorp fullt af smáatriðum. Þetta svona þorp sem má snerta. Já, já. Það sem gerir þetta skemmtilegt, það eru smáatriðin. Þegar þú skoðar þetta í nærmynd þá sérðu svona ýmislegt. Það er líka mjög krefjandi að vera í svona smásmíði, svona mínatúrusmíði. Hún er mjög krefjandi. Það er mikla þolinmæði. Og þetta fyrir líka kannski bara róandi fyrir hugan að fara í þetta? Já, já. Þú bara, maður kúplar sig alveg út frá þessu dagsdaglega amstri. Maður bara einn með sjálfum sér að smíða og hlusta á góða hljóðbók eða góða tónlist og maður svona róast bara allur og gleymir sér. Samhliða því að smíða þetta skemmtilega jólaþorp, þá hefur þið gert svona stutta mynd hvernig þetta þorp var til. Kíkjum aðeins á hana. Já. Þetta efni nota ég mikið. Þetta er svona íspinnastangir sem maður kaupir í fröndubúðum og svona. Hvaða verkfæri ertu að nota í smíðina? Mikið bara svona smáverkfæri. Ég nota dremilinn mikið. Og þá getur maður sett alls konar litlar tennur eins og hérna til að sverfa og slípa og saga. Þetta allt mjög smátt í sniðum. Já, sumt af þessu þarf maður að vinna undir stækkunargleri. Og það getur líka verið aldurinn, sjónin farin að dafnast. En svo ég að nota bæði pappa og balsavið sem mjög
meðfærilegur, mikið notaður í módelsmíði, það svo gott að vinna hann. Mikið af þykkum pappa, svona pressuðum pappa. Ég búinn að heyrða, það er allar stílabækur heimilunum með enga baklið. Og ég nota hann bæði í veggi og þök. Þetta allt svona frekar létt að vinna með. Fóm, eins og ég nota hérna í skorsteinina. Það er svo gott að skera út í það, steinana, hleðsluna. Vinnan eins og þetta hús, þú ert búinn að vera allt árið í rauninni, allir þið frítími hefur farið að byggja þetta hús? Já, stór hluti af honum sko. Ég byrjaði á þessu húsi bara fljótlega eftir áramótin. Þannig ég vissi þetta er svolítið stórt verkefni. En hérna, þetta er mikil vinna, eins og sér hérna, sko, sjáðu hérna, ég klippi eins og þakskífunar, skífu fyrir skífu, lími þetta niður. Svo er þetta líka... Þetta er tölvuvinna, maður sér það. Já, þetta er svolítið rafmagnsvinna líka, tengja þetta allt. En ég bý til öll ljós og alla serjur og ljós og lampaði. Ég bý þetta til sjálfur, lóða þetta allt saman. Og þetta eru bara smá tölvur sem eru notaðir í stýringar eins og hérna á millunni? Já, og milluhjólinn. Þetta er hérna tölvukubbur sem heitir Arduino, þetta er bara lítil stýritölva sem maður getur tengt við tölvu og forritað. Þannig að til dæmis eins og með þetta þá getur forritað hraðan á hjólinu alveg nákvæmlega eins og ég vil hafa hann. Þannig að þá ekki að snúast eitthvað öðruvísi en ég vill. Það eru svona litlir hlutir hérna núna eins og bækurnar, en þarna eru kápur sem hægt að lesa á. Já. Þarna ég bara teki bara kápur af hérna bókum, smækka þetta niður bara í tölvu og prenta þetta út í þessari stærð. Svo límir maður bara þetta utan á, eins með veggfóður og annað. Maður getur nota blespreytuprentara svo mikið í alls konar svona. Og svo ég að nota líka bara hluti sem svona ýmislegt sem ég finn út í náttúrunni. Alls konar sprek og rætur, dauða rætur úr lyngjunu koma vel út. Könglar og annað slíkt. Nota þetta í skreytingar. Þarna ljósakróna eða kertakróna í smíðum? Já. Hvað notar það fyrir kertaljósið? Þarna nota ég bara pennahólka, glæra pennahólka sem ég saga niður og svo hérna mála ég, nota ég bara línbyssuna til að búa til áferðina, svona tauma og svo er þetta bara flöktpera inn í. Ég nota mikið þessar flöktperur eins og í teljósum. Ertu að mæla þér í fróðleik á netinu svona í þessari vinnu? Já, það er alveg hafsjór af fróðleik, bæði varðandi smíðina sjálfa, varðandi efni og aðferðir. Ég nota til dæmis, sæki mikið hérna
innblástur til þeirra sem að smíða til dæmis þessa járnbrauta lestagarða sem eru margir listilega vel gerðir og svo það er þetta heilmikið stúdering líka rafeindafræðin. Þarna snjóar. Hvað notar í snjó? Þetta er bara einfallega bara línspray og svo strái ég yfir það matasóta og glimmer, fullt af glimmer. Það er svo jóló. Og svo er landslagið, landið sjálft undir húsunum, þar er ég að nota mikið frauðplast bara sem tilfellur eins og af umbúðum og líka svona sprautufrauð eins og er notað í byggingaríðnaði, að festa glugga og slíkt og hurðar. Þetta er svona eins og bakarísvinna? Já, þetta er eins og rjómaterta. Og svo er svo gott að móta þetta líka, það sem maður vill hafa. Og svo fer ég yfir þetta með bara fylliefni eða sem spastli og málað og glimmer, fullt af glimmer. Þetta þorp, jólaþorpið, þetta er búið að vera að þróast núna í 3 ár frá því þú byggðir fyrsta húsið. Hvert hefur þetta verið að þróast? Ég veit það ekki. Þetta er einhvern veginn bara eitt leiðar af öðru. Þetta hafði bara að byrja sem eitthvað svona smá jólafundur. Ég eignaðist nokkra af þessum jólanissum fyrir einhverjum 20 árum og þeir hafa alltaf verið síðan þá hluti af jólaskreytingum heimilisins. Og svo var ég í löngu jólafrí fyrir jólin 2016 og datt í hug að föndra eitthvað í kringu það og þá bjó ég til fyrsta húsi, svona pínulítið og fyrstu eininguna. Ég smíðaði þetta í einingum sem auðvelt að raða saman og taka í sundur upp á flutning og geymslu og svoleiðis. Svo þegar ég var búinn með þessa fyrstu einingu þá fannst mér þetta svo gaman, mér langaði að gera aðeins meira og þá gerði ég næsta hús og langaði áfram til að halda áfram með þetta en þá vantaði mér fleiri nissa. En fann engan söluaðila hérna á Íslandi. Þeir eru útbreiddir í Danmörku og Skandinavíu reyndar líka. Eru framleiddir þar af fyrirtæki sem heitir Pobra. Og ég hafði samband við þau, sendiði mail og fyrirspurn hvar ég geti mögulega fengið þessa nissa og sendi jafnframt myndir af því sem ég var búinn að gera til að sýna hverju ég var að sækjast eftir. Og þau urðu svona hrifin af þessu að Hvernig er með dæmi það hvað þeir fengu að sjá svona höfður? Já, og þau urðu svo hrifin af þessu að þau sendu mér bara fullan kassa gratis, 10 kílóa kassa af nissum. Þannig að þá var auðvitað komin upp stórkostlegur húsnæðisvandi í þorpinu þannig að ég var að halda áfram með þetta. Og já, ég veit ekki, kannski stoppa ég hér, maður hefur náttúrulega ekki endalaust pláss en það er eitthvað sem ef maður hefði nóg pláss þá væri hægt að halda áfram með þetta. Og svo getur maður líka endalaust verið að díteila þetta og snurfusa þetta og betrulbæta. Þú áttir nægan efni við því að halda áfram? Já, já. Nema bara vantar húsnæði? Vantar plássið. Þetta er svolítið plássfrekt. Hvað leyfirðu svo þessu þorpi að standa lengi hjá þér? Er þetta mánuður sem þetta stendur uppi? Já, já, svo bara tegum maður þetta niður með hinu jólaskrautinu og svo fer ég bara með þetta niður í skúr og held eitthvað áfram að snuddast í þar. Og það er meira þess að komin tími á svona endurbyggingu á fyrsta húsinu? Já. Já, nú passa það ekki lengur inn í að þetta hefur verið að þróast í höndunum á mér. Þannig að nú þarf ég að breyta því til samræmis við hin húsin. Og þetta er oft þannig að yfirleitt þetta hefur alltaf verið þannig við hvert hús að maður leggur af stað með einhverja ákveðna hugmynd í kollinum hvernig maður ætlar að hafa þetta og svo endar þetta alltaf allt öðruvísi. Þetta verður einhvern veginn bara til í höndunum á manni. Það er líka það skemmtilega við það. Maður er alltaf að uppgöta eitthvað í ferlinu. Hvað viðbrögð þetta að fá hérna svona hjá fólkinu kringu þig? Ertu áleitin eitthvað skrítinn að vera standi í þessu? Þetta er þetta klikkun. Það segir sig sjálft.
var náttúrulega stórskrítin. En það skiptir ekki máli, bara að maður hafi gaman að því sem maður er að gera. Og þetta er rosalega gott bara geðlíf, svona smíði. Þú ert bara einn með sjálfu, inn í skúr að smíða og hlusta á tónlist eða hljóðbók á meðan og þú gleymir þig bara. En það ef að fólk á svona nissa, ég veit að margir eru með þessa nissa, hafa átt í gegnum árin og ef fólk vill búa gott framtíðarheimili þá var ég alveg til í að ættleiða þá, sko. Leið og við þökkum fyrir áhrif viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta og kannski sérstaklega vikulegt fréttablað okkar en þar vekjum við sérstaklega athygli á jólalukku Víkurfrétta 2019. Þetta er skemmtilegt samstarf sem við eigum með verslunum og fyrirtækjum hér á Suðurnesjum í jólamánuðinum. Nú við erum með nýjar fréttir á Víkurfrétta webnum ff.is alla daga og fyrir kylfingana golffréttir alla daga, allt árið kring á kylfingur.is. Þið getið séð þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja Magasíns á Víkurfrétta síðunni ff.is og einnig á hringbraut.is. Við endum þáttinn á jólalegum nótum þar sem söngkópur Suðurnesja, kvennakór Suðurnesja og söngsveitin Víkingar slá botninn í þáttinn. Verið sæl.